einkennilegur piltur. Maður nokkur kom kjagandi eftir veginum og ók á undan sér hjólburum sem í var rútunna. Hann var að fara til Millunar með rúginn til Mölunar. Hann mætti öðrum manni og gaf sig á tal við hann. Góðan daginn, vegurinn góður? Veit það ekki, ég smakkaði ekki á honum. Var Millan í gangi? Já, ekki mætti ég henni. Þú ert einkennilegur piltur. Ég engin piltur, ég kvæntur maður og ég búinn að vera kvæntur í 20 ár. Það ágætt. Nei, það ekki ágætt. Því þá ekki. Konan svo skrampi gömul og það afleitt. Nei, það ekki svo afleitt. Því þá ekki. Vegna þess að hún átti bæði hús og peninga. Og það var þó ágætt. Nei, það var ekkert ágætt. Því það var svo mikið smápeningum innanum. Slæmt var það. Nei, það var ekki svo ýkja slæmt. Ég keypti mér 4 alisvín fyrir smápeningana. Það var ágætt. Nei, það ekki hægt að segja það, að það verið ágætt. Því þegar kona var að bræða fituna af svínunum, kveikti hún í húsinu, svo það brann til ösku. Það var afleitt. Nei, það var ekkert afleitt, því ég eignaðist nýtt hús í staðinn. Það var ágætt. Nei, það var ekki ágætt heldur, því þegar gamla kona mín var að skoða nýja húsið, datt hún niður stigann og hálsbrotnaði. Það var afleitt. Nei, það var ekki afleitt, því þá hékk ég með nýja og unga konu. Það var ágætt. Nei, það var ekki ágætt, því að henni líst betur á ungu piltana en mig. Það var afleitt. Já, það var afleitt. Vertu sæll. Lífið skrýtinn leikur, logandi háð og spott, en einnig alvarlegt mál. Já, það var nú vont. Nei, það var nú gott. Já, það var nú vont. Nei, það var nú gott. Óræðum vitsmunum okkar, ævintýr bera vott, en heimskan söm við sig. Já, það var nú vont. Nei, það var nú gott. Já, það var nú vont. Nei, það var nú gott. Það var nú gott. Kiðlingurinn sem gat talið upp að 10. Það var einu sinni kiðlingur sem kunna telja upp að 10. Dag nokkurn kom hann að pytti. Hann stóð lengi og horfði á spegilmynd sína í vatninu. Og nú skaltu heyra hvað þá bar til tíðinda. 1, sagði kiðlingurinn. Kálfur nokkur sem þar var á beit heyrði til hans. Hvað ertu að gera? Spurði kálfurinn. Ég að telja mig, svaraði kiðlingurinn. Á ég líka að telja þig? Já, þakka þér fyrir, sagði kálfurinn. Ef það ekki sárt, það ekkert sárt. Stattu nú kyrr, svo tel ég þig. Nei, ég þori það ekki og kannski vill mamma það ekki, sagði kálfurinn og hljóp leiðar sinnar. En kiðlingurinn elti hann og kallaði. Ég 1 og þú 2. 1, 2. Mamma, baulaði kálfurinn og brast í grát. Og þá kom mammans hlaupandi. Hún var bjöllukýrin á bænum. Hvað amar að þér? Spurði bjöllukýrin. Kiðlingurinn að telja mig, baulaði kálfurinn. Hvernig þá? Spurði bjöllukýrin. Ég að telja, sagði kiðlingurinn. Ég kann nefnilega að telja upp á 10. Ég fer bara svona að. Ég 1, kálfurinn 2 og kýrin 3. 1, 2, 3. Böööö. Æ, nú taldi hann þig líka, baulaði kálfurinn. Og nú var bjöllukýrin viti sínu fjæra bræði. Þú skalt fá að vita hvað það kostar að hæðast að mér og kálfinu mínum. Komdu, kálfur litli, hann skal fá þetta borgað. Og nú tóku bjöllukýrin og kálfurinn á rás á eftir kiðlingnum og kiðlingurinn var svo hræddur að hann þaut eins og píla yfir engið með þau á hælunum. Eldingaleikurinn bast út í hagan þar sem tarfurinn var að tæta upp grastoppa með hornunum. Hvers vegna eru þið að elta þennan litla kiðling? Spurði tarfurinn. Hann telur okkur, baulaði kálfurinn. Og það skal hann fá borgað,
sagði bjöllukýrin. Ég 1, kálfurinn 2, kýrin 3 og tarfinn 4. 1, 2, 3, 4, sagði kýlingurinn. Bö, nú taldi hann þig líka, baulaði kálfurinn. Hann ætti að reyna það, þrumaði tarfurinn og tók á rás á eftir kýlingnum ásamt hinum. Við skurðbakkann var hestur á beit. Hvaða asi á ykkur, spurði hesturinn. Við verðum að ná kýlingnum, svaraði kýrin. Hann telur okkur, baulaði kálfurinn. og það á hann ekki að gera, þrumaði tarfurinn. Hvernig telur hann ykkur, spurði hesturinn. Ég fer bara svonað, sagði kýlingurinn. 1 fyrir mig, 2 fyrir kálfinn, 3 fyrir kúna, 4 fyrir tarfinn og 5 fyrir hestinn. 1, 2, 3, 4, 5. Bö, nú taldi hann þig líka, baulaði kálfurinn. Bíðan bara, hneggjaði hesturinn og tók undir sig stökk á eftir kýlingunum ásamt hinum. Stór gylta lá í svínastíginu þegar allan hópinn bar þar að garði. Þið eigið anríkt, það má nú segja, sagði gyltan. Við verðum að ná kýlinum, svaraði kýrin. Hann telur okkur, baulaði kálfurinn. Og það á hann ekki að gera, þrumaði tarfurinn. Bíðan bara, hneggjaði hesturinn. Hvernig fer hann að þegar hann telur, spurði gyltan. Ég fer bara svonað, sagði kýlingurinn. 1 fyrir mig, 2 fyrir kálfinn, 3 fyrir kúna, 4 fyrir tarfinn, 5 fyrir hestinn og 6 fyrir gyltuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bö, nú taldi hann þig líka, baulaði kálfurinn. Það verður verst fyrir hann sjálfan, ríkti gyltan og svo braut hún fjöl úr grindverkinu með trínunu og slóst í förina með hinum. Þau hlupu yfir stokka og steina, móa og mýrar unstu komað á. Við árbakkan lá lítill bátur og í bátnum voru köttur, hundur, kind og hæna. Kötturinn var matsveinn, kindin var skipstrengur, haninn var skipstjóri og hundurinn haftsögumaður. Nemið staðar, stansið, standi kyrr, galaði haninn þegar öll hessingin þusti í einni kös niður á bátnum. En það var seinan. Kiðlingurinn stökk borð með öll hin á eftir sér. Akkerisfestin slitnaði og bátinn rak frá landi þangað sem áin var dýpst. En þá varð haninn hræddur. Hjálp, hjálp, galaði haninn, skútan sekkur. Nú urðu öll dýrin óttaslegin, en því næst æpti haninn. Kann nokkur ykkar að telja? Já, ég kann að telja, sagði kiðlingurinn. Flýttuðu þá að telja hve mörg við erum borð, skútan ber aðeins 10 farþega. Já, flýttuðu að telja, sögðu hin dýrin. Og kiðlingurinn fór að telja. 1 fyrir mig, 2 fyrir kálfinn, 3 fyrir kúna, 4 fyrir tarfinn, 5 fyrir hestinn, 6 fyrir gyltuna, 7 fyrir köttinn, 8 fyrir hundinn og 9 fyrir kindina og 10 fyrir hanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hurra, hurra fyrir kiðlinum, hrópuðu öll dýrin og síðan siglduðu yfir ána og gengu á land. En kiðlingurinn var gerður að talningameistara á skipinu. Slagt þetta kiðakið, kannski eitt ég nefni. Það getur talið þig og mig, því nú ljótt í efni. Hafa sult og seiru reynt, svíði fingur kalinn. Það nú bara hismi hreint, hjá því að vera talinn og talinn og talinn. Því líkt ekki þolum við, þjótið dáða vekjum og þetta talna kiðakið. Klakan svo út á hrekjum og hrekjum og hrekjum. Slagt þetta kiðakið, kannski eitt ég nefni. Það getur talið þig og mig, því nú ljótt í efni. Hafa sult og seiru reynt, svíði fingur kalinn. Það bara hismi hreint, hjá því að vera talinn og talinn og talinn. Því líkt ekki þolum við, þjótið dáða vekjum og þetta talna kiðakið. Klakan svo
Kýrin Huppa. Uppi í sveit, ekki allangt frá borginni, stóð gamalt og snoturt hús. Þar bjó Karl Kárason ásamt konu sinni og 4 börnum þeirra. Þau undu vel hag sínum. Þau áttu einn hest, einn grís og eina geit, en stærsti hluti bústofnsins voru kýr. Hið eina sem þeim þótti stundu skorta var peningar. En peningar ekki það sem mestu máli skiptir. Þau voru ákaflega ánað og hreykin yfir kúnum. Þess vegna sögðu þau ætíð kýrnar þegar þær bárust í tal, því það lét svo vel í eyrum. En þetta var ekki fyllilega sannleikanum samkvæmt, því þau áttu aðeins eina fullorðna kú, en að auki áttu þau kvígu og kálf. Allir nautgripirnir hétu Huppa, kálfurinn Huppa, kvígan Huppa og kýrin Huppa. Marga munna var að fæða og börnin urðu að vera vel til fara í skólanum. Allt þetta kostaði mikla peninga og dag nokkurn kom að því að Karl Kárason hafði enga hugmynd hvernig hann ætti að afla peninga. Loks sagði hann við konuna sína: Ég held að við verðum að selja kúna Huppu. Nú það nú undir því komið hvort kýrin Huppa vill láta selja sig, sagði konan, því að enginn þekkti kúna betur en hún. Reyndar það ég sem húsbóndi á þessu heimili, svo þetta ákveð ég sjálfur, svaraði Karl Kárason. Það var til einskis að tala meir það. Morgun eftir var sólin komin upp klukkan 4, en konan var þá þegar komin að fætur til að búa til kaffi, og öll börnin voru líka komin á stjá til þess að kveðja kúna Huppu. Síðastur reis Karl Kárason úr rekkju, drakk kaffi sitt og fór síðan út í fjós til þess að sækja kúna Huppu. Börnin föðmuðu hann að sér, grétu og sögðu: Farðu ekki frá okkur, vertu áfram hjá okkur, elsku Huppa. En kýrin Huppa hafði sínar eigin skoðanir á öllum hlutum og nú langaði hann að vera úti og litast í heiminum. Hún hristi því börnin af sér og lagði af stað skokkandi eftir þjóðveginum. Þarna geturðu séð að mér mun veitast auðvelt á kominni til borgarinnar, sagði Karl Kárason við konu sína. Svo greip hann hatt sinn og staf og hljóp á eftir kúnni Huppu. Þau fóru hratt yfir því að kúnni Huppu lék mjög hugur á að freista gæfunar í heiminum. Brátt voru þau stödd á hæð nokkurri og þaðan sáu þau borgina. Í þann mund var fólk sem óðast að vakna og tínast út á götuna til vinnu sinnar. Karl Kárason vildi að væri öllum ljóst að hann teymdi kúna en ekki kýrin hann. Hann sló því í kúna Huppu með stafnum sínum og sagði: Svona, reyndu nú hafa hraðan á, því við þurfum að komast á Nautatorgið fyrir klukkan 6. En þetta hefði hann ekki átt að gera, því að kýrin Huppa fann til eins og manneskja og hún var síður en svo vön því að slegið var í hana eða tala hranalega til hennar. Hún sneri sér við og horfði steinhissa á Karl Kárason og þegar hann sló annað högg nam hún staðar á miðjum veginum og þvertók fyrir að halda áfram. Ég verð þá að kveikja mér í pípu, sagði Karl Kárason við sjálfan sig og svo settist hann á stein og kveikti í pípunni sinni. Kýrin Huppa horfði á hann. Hún hafði skemmt sér svo ágætlega meðan hann reyndi að fá hana til að halda áfram. En nú, þegar hann lét hana standa þarna afskiptalausa og hugsaði ekki annað en pípuna sína, fór hann að leiðast lífið. Já, gláttu bara, sagði hann, og stattu þarna meðan ég reiki pípuna mína. En jafnskjótt og kúnni Huppu var ljóst að ætlast var til að hún stæði kyrr, tók hún á rás niður brekkuna í átt til borgarinnar. Hún var brátt stödd í útjaðri borgarinnar þar sem fyrsti strætisvagnin beið. Kýrin Huppa gekk að strætisvagninum og virti hann fyrir sér. Kýr eru mun forvitnari en menn og kýrin Huppa hafði aldrei fyrr séð strætisvagn og þegar hún hafði skoðað hann vandlega að utan, langaði hana að sjá hvernig umhorfs væri fyrir innan. Hún sté báðum framfótum á þrepið og var í þann veginn að fara upp í vagnin þegar vagnstjórinn sá hana. Hó, 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 hrópaði hann, viltu gjöra svo vel að koma þér út? En áður en hann komst að vagninum hafði kúnni Huppu tekist að komast alla leið inn. Við verðum að leggja af stað núna, kallaði vagnstjórinn, annars senkar okkur.
Svo gaf hann merki brottför og vagnin ók af stað. Á næstu stöð beið fólk eftir strætisvagninum. Hvað nú þetta? Spurði fólkið. Þetta kýr, sagði vagnstjórinn. Ég neyðist til að biðja ykkur að fara inn hinum megin. Kýrin búin að borga? Spurði fyndinn herramaður. Hún fær ókeypis far ef hún orðin 5 ára, sagði ung hefðakona. Ef viljið sitja undir henni, sagði vagnstjórinn, en konan hafði ekki sérstaka löngun til þess. Öllum var prýðilega skemmt og brátt var strætisvagnin staddur á Nautatorginu. Hér stönsum við í nokkra mínútur, sagði vagnstjórinn. Síðan kallaði hann nokkra menn. Þeir komu stóran fleka og smeygðu honum undir kúna huppu og á honum rann hún aftur á bak út úr vagninum. Þarna stóð hún nú á Nautatorginu miðju og litaðist undrandi. Hún hafði aldrei fyrr komið til borgarinnar, aldrei séð svona margt fólk og svona há hús. Fólk kom hlaupandi úr öllum áttum til að sjá þessa stórmerkilegu kú sem hafði komið með strætisvagninum og brátt var þarna allt í uppnámi. Lögregluþjónn kom nú aðvífandi. Gjörðu svo vel að dreif ykkur, hrópaði hann. Hver sem stuðlar að flokkadráttum og uppþotum verður þegar í stað tekið fastur. Þegar hann sá að það var kýr sem átti sök á uppþotinu, komst hann í vandræði. Hann hafði aldrei tekið kú fasta. Nú kom næsti strætisvagn á vettvang og í honum satt Karl Kárason. Hann vék sér að kúnu huppu og sagði við hana. Víst ertu góð kýr og vitur ertu líka fyrst þú getur ferðast með strætisvagni. Það tekur mig hálft í hvoru sárt að verða að selja þig. Sagði kýrin huppa. Hvað viltu fá fyrir hana? Spurði maður nokkur. Ég alls ekki viss hvort ég ætla að selja hana, sagði Karl Kárason. En hvað sem öðru líður verði ég að fá mér kaffisopa, svo sjáum við hvað setur. En orðrómurinn kúna sem hafði komið með strætisvagninum hafði þegar breiðst út borgina. Blaðamenn komu hlaupandi á vettvang til að afla frétta þennan fáheyrða atburð, þá vantaði fjörlegt efni í blöðin. Fyrst reyndu þeir að spyrja kúna huppu í þaula, en að sjálfsögðu gat hún ekki svara svona heimskulegu spurningum. Þeir fóru þá allir inn í krána og töluðu við Karl Kárason. Þar voru líka teknar á honum myndir, bæði einum síns liðs og ásamt kúnni huppu. Honum varð smám saman ljóst að huppa var engin venjuleg kýr sem hægt væri að selja. Hún var eitthvað sérstakt og þegar hún yrði komin í blöðin myndi hún koma á stað umræðum allt landið, ef til vill yrði hún fræg í öðrum löndum. En hvað átti hann að gera? Hann hugsaði og hugsaði. Hann klóraði sér í höfðinu og varð sífellt hryggari yfir því að þurfa að selja kúna huppu. Og allir vildu óðir og uppvægir kaupana. Var nokkuð furða þótt fólk vildi eignast kú sem hafði ferðast í strætisvagninum og komist í blöðin. Ég býð 500 krónur fyrir hana, kallaði maður nokkur. Ég býð 510, kallaði annar. 520, sagði sá þriðji, og þannig héldu þeir áfram þangað til að þeir voru komnir upp í 1000 krónur. Karl Kárason þagði. Hann japlaði á vínarbrauðinu sem hann var að ljúka við og skolaði því niður með síðasta kaffisopanum. Svo sló hann í borðið svo fast að kaffibollarnir glömruðu. Kýrin kostar 500 krónur, hvorki meira né minna, sagði hann. Ég ákvað þetta verð áður en ég fór að heiman og sætti mig vel við það. Þið getið fengið hana fyrir 500 krónur en með einu skilyrði. Kaupandinn verður fyrst að sýna að hann geti teymt kúna og það kostar 50 krónur að fá að reyna. Nú hlógu allir viðstaddir því að þeir álitu að ekki væri mikill vandi að teyma eina kú og vildu óðfúsi sýna það. Sá sem hafði boðið 1000 krónur var þeirra ákafastur og fékk að reyna fyrst. Hann lagði 50 krónur á borði fyrir framan Karl Kárason, gekk út og leysti tjóðurband kýrinnar huppu, hinu stóðu og horfðu á. En því fasta sem hann tók í og togaði,
þeim mun ákveðnari var kýrin Huppa í því að hreyfa sig ekki úr sporunum. Maðurinn stritaði og stundi, en kúna Huppu fékk hann ekki til að fara með sér og loks sá hann sitt óvætna og gafst upp. Nú kom sá næsti, hann lagði líka 50 krónur á borðið fyrir framan Karl Kárason, síðan gekk hann út og reyndi að lokka kúna Huppu með sér með stærstu og fallegustu gulrótinni sem hann fann. Það bar engan árangur heldur. Kýrin Huppa leit ekki við gulrótinni og maðurinn kom skömmustulegur inn aftur. Sá þriðji kom nú með sína 50 krónur. Hann var í engum vafa að hann kæmist á brott með kúna Huppu. Hann var í háum stígvélum og hélt á svipu og þegar honum ekki tókst að tosa kúnni með sér, sparkaði hann í hana með stígvélunum og gaf henni vel útilátið högg með svipunni. En allt kom þetta fyrir ekki. Kýrin Huppa stóð í sömu sporum svo að þessi náungi mátti eins og hinir tveir sætta sig við að hafa tapað sínum 50 krónum. Margir fleiri reyndu, en allt fór það á sömu leið. Og þegar hinn 10. hafði gefist upp, sló Karl Kárason aftur í borðið og sagði: Hætti þessu, nú nóg komið og nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég get fengið kúna til að fara með mér og það án þess að toga í tjóðurbandið. Að því loknu kem ég aftur og sæki peningana mína. Þetta fannst þeim ágætt, því að enginn áleit að Karl Kárason fengi kúna til að fara með sér sjálfviljuga. Hann fór nú út til kýrinnar Huppu. Huppa mín, sagði hann, nú verð ég að fara að komast heim. En hvað sem því líður getur þú vel staðið hér áfram ef þið langar til. En fyrst verð ég að fara inn í krána og sækja peningana mína og þangað getur þú ekki komið með mér. Svo snerist hann á hæli og hélt aftur til krárinnar. Sér til mikillar undrunar sáu nú allir að kýrin Huppa kom askvaðandi á hælunum. Ef veitingamaðurinn hefði ekki læst dyrunum rétt við granir henni, hefðum komið. Nú voru allir á einum málum að Karl Kárason, hann tróð þessum 500 krónum í veskið sitt, lokaði og stakk í vasa sinn. Vertu nú sæl, Huppa mín, sagði Karl Kárason þegar út kom. Nú ætla ég heim, en þú getur staðið hér áfram við tröppurnar, nema þig langi meira til að fara heim með einhverjum þessara manna. Ég hef enga löngun til að hafa þig með. Og svo hélt hann leiðar sinnar eftir götunni. En jafn skjótt og kúnnu Huppu var ljóst að Karl Kárason ætlaði að yfirgefa hana, vildi hún ákveð fara með honum. Hún þrammaði því á eftir honum og var svo óðfús að hraða ferðinni að hún setti granirnar í bakið á honum og stjakaði honum á undan sér. Reyndu hvort þú getur ekki farið of lítið hraðar, sagði Karl Kárason og jafn skjótt hægði kýrin Huppa á ferðinni. Á þessu gekk alla leiðina. Ef kýrin Huppa gekk á hægt, spurði Karl Kárason hvort hún geti ekki gengið oflítið hægar og ef hún gekk á hratt, spurði hann hvort hún geti ekki gengið oflítið hraðar. Þegar þau hefði gengið hríð, sáu þau húsið og úti fyrir húsinu stóðu konan og börnin og störðu niður á veginn. Það grunaði mig, kallaði konan, að þú myndir aldrei fá kúna Huppu til að fara með þér. En Karl Kárason dró 500 krónur upp úr vasanum og hún gat með engu móti skilið hvaðan honum komu allir þessi peningar. Það getur séð í blöðunum á morgun, sagði Karl Kárason. Börnin voru í 7. himni. Þau struku kúnni Huppu gljáandi skrokkin og byggust til að teyma hana inn í fjós þar sem þau höfðu fyllt jötun hennar af ilmandi smára. Og konan kom með vassfötu og ætlaði að ganga á undan með hana inn í fjósið. En kýrin Huppa ýtti við henni svo hún varð að leggja fötuna frá sér og þá drakk kýrin vatnið úr henni í einum teig. Nei, ekkert eitthvað skilur hvaða aðferðir duga gagnvart kúnni Huppu, sagði Karl Kárason. Sá eini sem getur fengið hana til að hlýða, það hann pabbi gamli. Og Karl Kárason gekk að kúnni Huppu og hvíslaði inn í hennar loðna eyra svo ekkert hinna heyrði hvað hann sagði.
Þú skalt ekki voga þér að fara inn í fjósið og éta úr jötunni. Smárinn sem þar hann ekki þér ætlaður, heldur kvígunni Huppu og kálfinum Huppu. Og kýrin Huppa arkaði rakleitt inn í fjósið. Þarna sjáið þið að ég get fengið hana til að gera allt sem ég segi, sagði Karl Kárason. Það undir því komið að henni sé sagt það á réttan hátt. Og Karl Kárason fór inn og snæddi kvöldverð. Hún var góð kýr, hún Huppa, en hún Búkolla okkar nú líka góð á sinn hátt. Blessuð sé hún Búkolla, Búkolla mín, með halann sinn langa og höfuðið stóra, spakan gang og spekingsvip og spenana fjóra. Henni ber að þakka það að þjóðin mín til. Hún gaf okkur hungu frá húsin sinn. Blessuð sé hún Búkolla, Búkolla okkar. Blessuð sé hún Búkolla, Búkolla mín, með halann